Þetta þriðja gosið sem verður núna á 14 mánuðum eða svo og þannig að þarna að lifna yfir. Það kannski það sem merkilegast við þetta. Það að lifna yfir Bárðarbungu, sagði Páll, en virknin þar var umtalsverð í þessari hrinu. Fyrst gaus stutt undir jöklinum í júlí í fyrra, í lok Skaftárhlaups, þá kom stór skjálftahrina í Hamrinum í febrúar sem benti til kvikuvirkni. Í ágúst greindist gosórói í tengslum við seinna Skaftárhlaupið og loks gosi nú. Þetta töluvert stærra þegar orðið heldur en gosið sem varð á svipuðum stað 1938. Þetta gosin reyndar þegar orðið einstætt, en þetta trúlega fjórða stærsta eldgos á öldinni hér á landi. Það Hekla 47, það Surtseyjargosið og væntanlega Kötlugosið 1918 sem eru stærri. Eins og sjá má þá rís gosmökkurinn hér hátt í loft upp yfir Vatnajökli, líklega í það bil 10 kílómetra hæð eða svo, og hann býsna tígulegur á að líta héðan neðan af Skeiðarársandi. Já, gosstrókurinn bara býsna myndalegur í dag og nú að undanfarna klukkutíman þá hefur sést nokkuð vel niður í gjána en nú hún búin að lokast í skýjum. Gosmyndir voru margoft sýndar á öllum helstu sjónvarpsstöðvum erlendis, vestanhafs og austan, svo og á alþjóðlegu fréttastöðvunum CNN og Sky. This is Sky News. What's happening is a volcano called Bardarbunga is erupting. It's sending plumes into the air, but it's also melting the ice under the glacier. Í nóvemberbyrjun tókst mönnum í fyrsta sinn að stíga fæti á nýja fjallið sem myndaðist í eldgosinu. Já, þetta staðurinn, fjallið sem ekkert nafn hefur fengið. En við ætlum að kalla Gjálp þar til annað betra nafn hefur fundist. Hæðarmælir þyrlunnar sýnir 1660 metra yfir sjó. Þannig að straumurinn rennur hægt og bítandi niður eftir og hér alltaf hverfanda hveli. Jón tyllir sér niður á stóran jaka þarna, sýnist mér. Jú, hann ætlar að gera það en gætir þess að halda þyrlunni samt á flugi. Skömmu síðar jakinn farinn og hér hrynja stykkin niður eins og sjá má og hinum einn kraumar allt og vellur. Biðin eftir hlaupi í Skeiðará í kjölfar gossins hófst strax í byrjun október og 11. október var staðan þessi. Nú svo komið hér á Skeiðarársandi að vegagerðarmenn telja hyggilegast að búa í haginn fyrir væntanlegt stórhlaup og rjúfa hér veginn. Já, þetta ákvörðun sem var að taka á einhverju stigi. Uppi í Grímsvötnum hafði safnast fyrir 3,6 rúmkilometrar vass sem smá saman hafði brotið sér leið niður í gegnum jökulinn. Og að morgni 15. nóvember skall flóðalda niður Skeiðarársand. Ég var nú dálítið hissa þegar ég sá þetta koma æðandi niður sandinn. Okkur sýndist svona í fljótu bragði að hún hafi verið á milli 4 til 5 metra há. Við rétt náðum að mæla eina umferð áður en að flóðaldan kom bara æðandi niður sandinn. Umbrotin voru tröllsleg þegar vatnið ruddist upp jökulsporðin. Þegar mest var ættu 55.000 rúmmetrar jökulvatns fram sandinn á sekundu hverri. Fljótlega sáum menn að óhjákvæmilegt var að mikið tjón yrði á mannvirkjum. Og hérna rétt fyrir austan okkur gíga og við sjáum kolsvartan flauminn koma hérna fram æðandi og jakar sem hver sig tugir tonna að þyngd kútveltast hér niður eftir ánni. Og hérna sjáum við líka leifarnar af brúnni yfir gígu sem fór í morgun
og raflínuna sem hér í sundur rétt fyrir austan okkur. Hlaupin náði hámarki þegar að kvöldi 15. nóvembers. Strax daginn eftir var farið að draga mjög úr því. Þótt tjón á mannvirkjum, vegi, brúm, varnargörðum, raflínum og ljósleiðara væri mikið var það engaðu síður minna en óttast var þegar mest gekk á. En mikið var það samt einkum á vegamannvirkjum. Heildartjónið á bilinu 600–700 milljón. Menn hófust þegar handa við að áætla hver tíma tækja að koma vegarsambandum sandinn til bráðabirgða. Við erum eitthvað að tala 8–10 vikur. Síðan var það fært niður í 6–8 vikur en raunin önnur 3 vikur. Þeir eru búin að standa sér alveg virkilega vel byltinguna. Meðal þess sem gera þurfti var að ryðja slóð fyrir veg og raflínustæði jakarhannir, þar sem jakarnir voru margir tugir tonna og ýmsir raunar miklu meira. Alltaf ekki 100 tonna, þetta verður allt mjög niður. Þetta verður horfið hérna annað kvöld, allt saman. Víða á sandinum mátti sjá ýmsar menjar aðrar ógnarmátt hlaupsins. Til dæmis höfðu stórir og miklu stálbitar og skeiður á brúnni bókstaflega kuðlast saman. Og þetta hefur farið alveg eins og bara lakkrístengur, þeir sjá að þetta bara snúist upp hérna. Og uppi í Grímsvötnum hafði líka mikið gengið á. Það sem kannski stórkostlegast það að það hefur myndast gríðaleg vatnsrás út úr vötnunum. En þá stórkostlegri heldur en svo sem að myndaðist úr gosstöðum niður í Grímsvötn. Og í hana hafa myndast nokkur göt og þar sér í vatn renna undir. Hlaupvatnið bar með sér kynstur af aur og sandi með ýmsum efnasamböndum sem hafa mun áhrif á lífríki sjávar til góðs og ills. Og talsverður landauki var líka á sandinu sem vatnið bar fram í bílið að minnstakosti. Og samkvæmt þeim tölum sem við fengið þá þetta 800 metrar þar sem mest við Gígju sem landið hefur gengið fram. Já, alltaf það sé ekki að bróður minn að eigna sinn fyrsta strák núna. Eða stelpu, ég veit ekki alveg hvort það sé. Móðir mín lést á árinu og það hefur haft mjög mikil áhrif á mig og allt mitt fólk. Ég fór til Danmerkur, Noregs og Bandaríkjanna. Það var svona stendur uppi en síðan hóf ég líka sýklunám. Nú fyrir tilvilju þá uppgötaðist í mér fæðingagalli, kominn á þennan aldur og hann var lagaður og þetta voru gallaðar hjartalokur. Tók mjög vel, hefur hvorki fundið fyrir þessu fyrir eða síðar. Já, ég eignaðist litla bróðurdóttur sem var skírð í höfuð á mér. Það er náttúrulega ákaflega stolt með. 2 umdeildustu og tímafrekustu mál vorþingsins voru starfsmannafrumvarpið opinbera starfsmenn og frumvarpið stéttarfélög og vinnudeilur. Bæði leitu til harðra viðbragða innan þings en ekki síður utan. Við viljum Pál! Við viljum Pál! Það er bungar og hér fornaðarmyndru! Palli var einn í heiminum! Umtalsverðar breytingar urðu á báðum frumvörpunum við samþykkt þeirra. Á haustþinginu var svo gengið frá umdeildu máli, breytingum á lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins í sátt við starfsmenn. Hátt á annað 100 milljóna króna tjón varð þegar byggingavöruverslun Kaupfélag Suðurnesja eyðilagðist í eldsvoða í júní. Nú var hálfmánuð klukkustund frá því eldurinn kom upp. Hann kom upp hinum megin í húsinu, í timbrinu þar, en eldurinn hefur náð að koma á móti vindinum og yfir í búðina hér fyrir aftan. Húsið varð allt eldinum að bráð enda afar eldfimar vörur inni. Hérna náði bara byggjast mikill hiti upp og inn í þak og breiða sér á þess að við gátum fengið þér ráðið. 3 piltar játuðu skömmu síðar að hafa lagt eld að timbri í versluninni. Leikskólinn Suðurborg í Efra Breiðholti gjöreyðilagðist í eldi í september eftir íkveikju. Brennuvargar voru líka á ferð á Akureyri í haust þegar skemmtistaðurinn 1929 eyðilagðist í bruna. Jón Baldvin Hannibalsson lét af formennsku í Alþýðuflokknum á haustdögum. Hann stýrði skútunni í 12 ár og er einn langlífasti formaðurinn í sögu Alþýðuflokksins. Hann lýsti því jafnframt yfir að hann hygðist ekki bjóða sig fram við næstu kosningar. Jón Baldvin var fjármálaráðherra í ráðuneyti Þorsteins Pálssonar og utanríkisráðherra í 7 ár.
Hann hafði ákveðna skoðun á því hver ætti að taka við stjórnartaumunum í flokknum. Meiri hluti þeirra sem við mig hafa rætt hafa lýst þeirri skoðun sinni að það yrði farsælast fyrir flokkinn ef að Sighvatur Björgvinsson fyrrverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra gæfi kost á því að bjóða sig fram til formanns. Ég hef lýst mig sammála því mati og hvatt Sighvat til þess. Jón Baldvin lýsti jafnframt yfir því að hann vildi Rannveigu Guðmundsdóttur áfram sem formann þingflokks jafnaðarmanna og Guðmund Árna Stefánsson sem varaformann eins og áður. Guðmundur Árni vildi hins vegar ekki unna því og bauð sig fram á móti Sighvati. Mikil spenna var á flokksþinginu þegar komað úrslitum í formannskjöri, enda ljóst að mjótt yrði á mununum. Atkvæði fjallu þannig að Sighvatur Björgvinsson fékk 177 atkvæði eða 52,1%. Guðmundur Árni Stefánsson fékk 158 atkvæði eða 46,5%. Sighvatur Björgvinsson hefur verið kjörinn formaður Alþýðuflokksins. Ég var kjörinn formaður eins og Jón Baldvin lagði til. Guðmundur Árni fékk mjög góða kosningu, þannig að það fer engin sár af þessu flokksþingi. Það mikil samstaða á meðal Alþýðuflokksfólks. Ég reyna að brosa og að þetta sé auðvitað alltaf sárt að tapa. Þótt nýtt ár heilsaði með blíðskaparveðri urðu 2 alvarleg slys á nýársnótt. 7 ára drengur og ung kona hlutu augnskaða þegar gallaðir flugeldar sprungu án þess að fara á loft. Hún með handunum til raketur, hann kveikti á hennu og svo bara sprakk hún og stóðst. Þá kom eldurinn á þau hér og hann bara stóð henni og horfði á. Ég ætla aldrei áttur að sjá flugeldar. Bara blís. Tvennt slasaðist alvarlega í harkalegri lendingu í fallhlífarstökki í maí þegar aðalfallhlíf og varafallhlíf flæktust saman hjá fallhlífarstökkvara með farþega yfir Reykjavíkurflugvelli. Hálfgert umsáturs ástand skapaðist í Hafnarfjarðarhöfn í marslok vegna deilna eignarhald og tækjum og tólum borð í litáískum togara. Tækin höfðu ekki verið greidd og því þurfti úrskurð sýslumanns þess efnis að skipstjóranum bæri að afhenda tækin. Skipstjórinn var hins vegar ekki sama sinnis. Eftir tæplega 6 klukkustunda þrefið skipstjóra og áhöfn litáíska togarans ákvað sýslumaður að kalla til lögreglulið og það komu 25 lögreglumenn með hjálma og fylgdu starfsmönnum fiskvéla um borð og það var loks hægt að framfylgja úrskurðunum. Eftir nokkuð málþóf náðist samkomulag við skipstjóranum að starfsmenn fiskvéla fengið að fjarlægja fiskvinnsluvélarnar og var það gert undir lögregluvernd. Áhöfn togarans hafði hótað að láta hendur skipta. Ekki kom til þess en átök virtust hafa verið undirbúin því búið var að raða stórum trékylfum og eggjárnum út við borðstokkin. Togarinn sigldi svo héðan nóttina á eftir. Borð urðu ýmis tól og tæki eftir og þau enn þrefað. 2 deilumál komu upp milli stjórnarflokkana, frumvarpið samningsveð eða veðsetningu aflaheimilda. Það var leyst með því að óheimilt verður að skilja að skip og aflaheimild í skilningi veðsetningar. Hitt málið var lánasjóðsmálið og afstaðan til krafna námsmanna samtímagreiðslur og lægri endurgreiðslur. Málið verður leyst, endurgreiðslur lækka og einhvers konar samtímagreiðslur teknar upp, en tæknileg útfærsla eftir. Það stór stund að ganga í hjónaband og eftirminnileg. Ragna Björk Emilsdóttir flugfreyja og Ásgeir Guðmundsson flugmaður hafa þó valið all óvenjulega stund og stað svo ekki sé meira sagt til hjónavígslunar. Hér borð í Atlanta breiðþotu í 30.000 feta hæð fyrir norðan heimskautsbaug fer fram miðnætur brúðkaup eftir stutta stund. Í ágústlok hóf nýtt dagblað göngu sína hérlendis, Dagur Tíminn. Það var til þegar Dagur á Akureyri og Tíminn sameinuðust. Nýtt dómhús Hæstaréttar við Arnarhól var tekið í notkun í septemberbyrjun. Bylting varð í samgöngumálum þegar jarðgöng undir Breiðadals og Botnsseiðar á Vestfjörðum voru opnuð umferð miðjan september. Nýtt fyrirtæki á sviði erfðafræðirannsókna sem hefur yfir að ráða einhverju fullkomnustu erfðarannsóknastofu í heimi var stofnað í Reykjavík í nóvemberlok.
Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna og fleiri tengd fyrirtæki tryggðu sér stjórnartaumana í útgerðarfélagi Akureyringa skömmu fyrir áramót með kaupum á hlutabréfum fyrir liðlega milljarð króna. Heildarafli landsmanna innan lögsögu og utan fór yfir 2 milljónir tonna á árinu í fyrsta skipti í fiskveiðisögu Íslendinga. Þar munaði mestu síld og loðnu en vertíðin gekk afar vel, enda loðnukvótinn meiri en nokkru sinni fyrr, 1600.000 tonn. Úthafsaflinn af Reykjaneshrygg, Flæmingjagrunni og úr Smugunni og síldasmugunni vó einnig þung og skilaði drjúgum tekjum í þjóðarbúið. Raunar hafa tekjur af úthafsafla aldrei orðið meiri, verðmætið var nærri 10 milljarðar króna. Íslendingar voru hins vegar ekki alltaf vel séður á þessum úthafsmiðum. Deilan við Rússa og Norðmenn veiðar í Smugunni til dæmis óleist, en allnokkrir samningafundir voru haldnir málið á árinu. Það okkur mjög mikilvægt að hafa frið við þessar þjóðir út frá mörgum öðrum málum, meðal annars mikilvægum viðskiptum okkar við Rússland. Í byrjun maí var undirritað samkomulag skiptingu norsk-íslenska síldastofnsins. Íslendingar höfðu ætlað sér 244.000 tonn en fengu 190.000 tonn eða tæpan 15 af 1100.000 tonna heildarkvóta. Ja, það mikilvægast að við höfum núna náð samkomulagi milli strandríkjanna að stjórna veiðunum þeirra í milli og það á að auka líkurnar á því að síldin komi inn í okkar lögsögu. Ef við getum unnið 30 til 40.000 tonn til manneldisvinnslu sem þessi samningur opnar fyrir, þá getum við náð jafnmiklum verðmætum út úr 190.000 tonnum og 244.000 tonnum. Den store vinneren silda, og det til fordel for store fiskerinasjoner som Island og Norge, at vi her har kunnet komme fram til enighet på et grunnlag som ikke er langt fra det forskerne og vitenskapsmenn har anbefalt. Íslendingar máttu meðal annars samkvæmt samningnum veiða sinn kvóta innan Jan Mayen lögsögunar. Blekið var þó vart horfnað á samningnum þegar norska strandgæslan vísaði 2 íslenskum nótaskipum út úr lögsögunni við Jan Mayen og sagði heimildir vanta. Ég vona að þetta sé á einhverjum miskilningi byggt og kannski sambandleysi á milli ráðuneyti í Noregi. Rétt fyrir jól náðu svo ríkin samkomulagi veiðar á norsk-íslensku síldinni fyrir næsta ár. Sjávarútvegsráðherra sagði samningin viðunandi en útvegsmenn gagnrýndu hluta Evrópusambandsins. Ég held að það sé augljóst mál að ef að Evrópubandalagið hefði verið utan þessar samkomnar þá hefði verið að sjálfsögðu haldið áfram veiðum og það hefði verið mjög miklum veiðum. Íslendingar og Danir deildu líka fiskveiðar á árinu. Loðnan við Kolbeinsey var bitbein þjóðana og vísuðu Íslendingar dönsku nótaskipi út úr íslenskri lögsögu í sumar vegna þessa. Viðræður fóru fram milli þjóðana án þess að niðurstaða fengist. Hart var deilt á rækjuveiðar Íslendinga á Flæmingjagrunni og þeir sakaðir rányrkju. Íslenskir úthafsútgerðarmenn töldu hins vegar enga hættu á ofveiði og lögðu fram niðurstöður eigin rannsókna því til staðfestingar. Íslensk stjórnvöld ákváðu hins vegar við litla hrifningu útgerðarmanna að setja kvóta á veiðarnar sem höfðu verið frjálsar frá árinu 1992. Í ársbyrjun tókst samkomulag stjórn úthafskarfaveiða á Reykjaneshrygg. Af 153.000 tonna heildarkvóta fengu Íslendingar 45.000 tonn eða rúman fjórðung. Ég tel að þetta sé nokkuð markverður viðburður. Við vorum satt best að segja farnir að örvænta að það tækist að ná niðurstöðu innan NEAFC. Ég held að við getum alveg verið bærilega sáttir við þessa niðurstöðu en það er rétt að ítrekka það standi ekki allir að þessu, til dæmis standa Rússar ekki að þessu. En það var ekkert annað að gera en að reyna að skapa þarna meirihluta til að reyna að koma í veg fyrir algjört öngþveiti í sumar og það mikla kapplaup sem menn sáu fram á í þessum veiðum. Þegar Rússar höfðu veitt sinn hlut og vel það var þeim hótað hafnbanni á Íslandi hættu þeir ekki veiðum. Í lok nóvember var svo samþykkt tillaga karfakvóta á næsta ári. Allt fór á sömu lund, Rússar mótmæltu ákvörðuninni þrátt fyrir að hafa fengið verulega aukningu í sinn hlut. Slæmt veður gekk yfir landið í febrúar og sama leyti stóð sjór óvenju hátt, menn áttu því von á hinu versta. Við erum hér á bryggju í Sandgerði og klukkan 6:30 en hálfur annar tími í háflóð, en það má samt heita svo að hefnin hér orðin kraftfull hér og talsveit farið að bæta í vind. Og hér eru menn að festa betur bátana því að annað þarf á húan, en hér er líka bæjarstjórinn og við skulum hafa að tala honum. Já, við erum með náttúrulega björgunarsveitina Sigurvon í viðbragðsstöðu, áhaldahúsið, hafnarstarfsmenn. Það eru nánast allir sem að koma nálægt bæjarrekstrinum í viðbragðsstöðu.
Hér á Akranesi einna svakalegast umhorfs hér í söltunarstöð og loðnuvinnslu hjá Haraldi Böðvarssyni. Hérna Atlantshafið hreinlega komið inn í skemmuna og líklega meterdjúpt vatn þar sem að mest Þetta ófagnaður að vera með allt þetta vatn hérna inni? Já, þetta alltaf ekki svo á að vera, það engin spurning. Þetta talsvert mikið vatn hérna? Já, þetta mjög mikið vatn og þetta hefur vísu komið vatn hérna áður en aldrei svona mikið. Ekki fór þó eins illa og áhorfðist og skemmdir urðu ekki teljandi. Sofía Hansen hélt áfram baráttu sinni að fá dætur sína frá Tyrklandi og íslensk stjórnvöld styðja hann í því. Það var ekki síst fyrir þeirra tilstilli að Sofía fékk að hitta dætur sínar á ný í Istanbul daginn í desember eftir tæplega 5 ára aðskilnað. Á Þorláksmessu var enn fresta réttarhöldum yfir Halim Al vegna brota á umgengnisrétti. Og á aðfangadag skilaði Hæstiréttur í Istanbul niðurstöðu varðandi forsjá dætrana. 2 af 5 dómurum dæmdu Sofíu forsjá, 2 Halim Al og 1 dómari vildi stúlkurnar í umsjá vandalausra, sem sagt pattstaða, en Hæstiréttur hefur nú 20 daga til að skila endurskoðaðri niðurstöðu. Ef ég var nefna eitthvað eitt svona sem snerti mann, þá var það að Sofía fékk að hitta stelpurnar sínar, Sofía Hansen. Þegar ég þurfti að sjá eftir stóra stráknum mín til Ástralíu. En hann nú að koma heim fljótlega. Það að hafa unnið við útileikhúsið hér fyrir austan og hafa fengið tækifæri til að túlka þar Pál Ólafsson, helsta skáld Austfirðinga. Já, það var ég eignaðist þessa stúlku í febrúar. Ég ætla að það hafi ekki verið þegar læknandi geng út, þannig í ágúst, því það snerti mig í vinnunni, því ég vinna hérna sem hjúkrunarfræðingur á heilsugæslustöðinni. Nei, hann sagði upp störfum og hann ekki hér í dag. Óþægilegt ástand skapaðist víða á heilsugæslustöðum landsmanna í ágúst og byrjun september þegar langflestir heilsugæslulæknar sögðu upp störfum vegna óánægju með kaup og kjör. Mörgum sjúklingum þurfti að vísa frá þennan tíma. Alvarlegast var það ástandi víða á landsbyggðinni þar sem fólk þurfti ofta að fara langan veg eftir neyðarþjónustu. En þegar heilsugæslulæknar höfðu verið heima í 6 vikur tókust loks samningar til áramóta. Eftir það á kjaradómur að ákvarða laun lækna. Vistin undir vængjum kjaranefndar, hún skapar ekki meiri óvissu í okkar huga heldur en framtíðin í höndum samninganefndar ríkisins. Listahátíð var í Reykjavík í sumar í 14. sinn. Mikill fjöldi innlendra og erlendra listamanna kom fram á hátíðinni og dagskráraatriði hafa aldrei verið fleiri. Meðal þeirra sem framkomu var Þýska sinfóníuhljómsveitin í Berlín, Le Grand Tango-hópurinn, rússneska undrabarnið Evgeni Kissin, en hann hefur skipað sér í fremstu röð píanóleikara í heiminum, og Guðný Guðmundsdóttir konsertmeistari. Hún lék á 300 ára gamla Amati-fiðlu sem metin á 15 milljónir króna. Hátt í 6.000 manns komu til að sjá og heyra í breska rockaranum David Bowie. Og þá komið að því hljómsveitin Lúk hefur lokið sér af, en nú kemur Bowie á svið og heyriðu bara hvernig tróðfull höllin argar á hann. Og forsvarsmenn listahátíðar þetta árið voru sáttir. Ég held við getum bara verið mjög ánægð með aðsókn að hátíðinni. Það var í mynni Arnarfjarðar út af Selárdal sem skelfisbáturinn Æsa sökk 1 í dag og björguðust 4 af skipsáhöfninni í björgunarbát, en 2 enn saknað. Piltarnir 4 sem komust af eiga líf sitt að þakka þrekvirki eins þeirra sem kafaði undir bátinn rétt áður en hann sökk til að losa gúmbjörgunarbát. Ég gat losað hann sko. Það vildi svo heppilega til að skipstjóran hann var nýbúinn að sýna mig hvernig ætti að losa hann sko. Ég þakka honum bara kærlega fyrir það. Þetta var alveg rosalega góð tilfinning þegar hann losnaði og ég ítti honum og hann flaut upp sko. Það var alveg yndisleg tilfinning.
3 menn fórust þegar trébáturinn Jonna frá Höfn í Hornafirði fórst skammt austur af Skarðsfjöruvita miðjan október. Mannbjörg var þegar sæborgin sökk austur af landinu miðjan júní. Hún hvarf lóðbeint í djúpið á 40 mínútum. Jóna Eðvalds að leggjast að bryggju hér á Höfn í Hornafirði eftir rúmlega sólarhrings siglingu frá þeim stað þar sem að skipbrotsmönnunum 11 var bjargað. Pétur Pálsson sem gerði út sæborgina færði skipstjórnum og Jónu Eðvalds blómvönd við komuna til Hafnar í dag. Og skólausir skipbrotsmennirnir bundu á sig skóna sem þeim voru færðir. Við vorum með 1,5 tíma í bátunum. Það áttu nú ekki vonað að vera hirtur upp svona fljótt. Það því óhætt að segja að fagnaðarfundir hafi orðið þegar ættingjar, makar og börn heimtu ástvini sína úr helju. Í ársbyrjun fóru menn að velta fyrir sér hver yrði næsti forseti Íslands eftir að Vigdís Finnbogadóttir hafði tilkynnt að hún hefði ekki huga á að sitja fleiri kjörtímabil á forsetastóli. Margir voru kallaðir en fáir útvaldir eins og þar stendur, en þar kom að fyrsti forsetaframbjóðandi steig fram miðjan í janúar og hann sagðist bjóða sig fram vegna málefna, því að ég tel að forsetaembættið gegnir það miklu lykil hlutverki í þjóðfélaginu. Ekki kom þó til þess að Ragnar færi fram þar sem honum tókst ekki að safna nógu mörgum meðmælendum. En vangaveltum mannum næsta forseta héldu áfram og í febrúarbyrjun kom næsti forsetaframbjóðandi fram á sjónarsviðið og hann, eða öllu heldur hún, lýsti því sem hún hefði fram að færa svo. Viljan til að þjóna land og þjóð í þessu starfi, fyrst og fremst. Það að ég hef mikið áhuga á fólki. Ég er þaulvön að koma fram, bæði hér heima og erlendis. Ég tala nokkur tungumál. Og ég er mikill föðurlandsvinnur. Guðrún Agnarsdóttir var næst til að lýsa því yfir að hún gefi kost á sér. Mig langar til þess að nýta krafta mína í gegnum þetta embætti sem ég held að sé einstakt, mjög sérstakt, til þess að vinna að þeim málum sem ég ber fyrir brjósti. Og nokkrum dögum seinna tilkynnti Ólafur Ragnar Grímsson í stofunni heima í faðmi fjölskyldunar að hann ætlaði forsetaframboð. Þegar við erum að gefa kost á okkur til þessara verka saman, þá sé nauðsynlegt að leggja áherslu á það að það er hið beina og milliliðalausa samband milli forsetans og þjóðarinnar sem er aðalatriðið. Þetta leyti þegar 2 stjórnmálamenn voru komnir í framboð var farið að ræða kosningarnar í mun pólitískara ljósi en áður. Sumum þótti nú vanta mann af hægri væng stjórnmálana í hóp forsetaframbjóðendana. Og í því sambandi voru nefnd nöfn Davíðs Oddssonar og Friðriks Sófussonar sem hugsanlega frambjóðendur. Pétur Káir Hafstein þótti fylla þetta skarð. Ég tel að ég hafi brýnt erindi í þetta embætti til þess að leggja áherslu á þær 2 megin skyldur forseta sem ég gerði grein fyrir á þessum fundi, annars vegar gagnvart stjórnskipuninni og hins vegar gagnvart þjóðinni inn á við. Pétur sagðist ekki líta á framboð sitt sem framboð tiltekinna stjórnmálaafla. Hann ræddi þessa ákvörðun sína þó við þá Friðrik og Davíð, en ekki til að fá stuðning þeirra heldur. Ég taldi nauðsynlegt að ræða við hann til þess að meta stöðuna eins og hún er nú eftir að hann lýsti því yfir að hann gæfi sjálfur ekki kost á sér. Þetta var einfaldlega eitt af fjölmörgum atriðum sem ég taldi nauðsynlegt að meta. Og hálfum sólarhring áður en framboðsfrestur rann út bættist enn í hóp frambjóðenda. Sá lýsti framboði sínu svo. Það er náttúrulega fyrst og fremst til að vekja athygli á þessum málum í friðarbaráttunni, að gera Ísland að landi friðarins. Í skoðanakönnunum tók Ólafur Ragnar Grímsson fljótlega forystuna. Í mörgum þeirra hlaut hann stuðning milli 60 og 70% þeirra sem spurðir voru, en í nær drókostningum fór það niður í 40%. Frambjóðendurnir 5 voru á ferð og flugi næstu vikurnar. Allir opnuðu þeir kosningaskrifstofur, héldu á vit Íslendinga erlendis að ógleymdri þeysireið landið þvert og endilangt. Ýmsar uppákomur urðu í kosningabaráttunni. Formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík ákvað að víkja sæti og gaf út greinargerð þar sem framkom að Ólafur Ragnar Grímsson, þá forsetaframbjóðandi, hafi orðið uppvísað því að skýra rangt frá fyrir dómi. Það getur alveg eins verið að þetta hafi
áhrif honum til hagsbóta í þessari kosningabaráttu. Ég hef ekki hugmynd það og það kemur mér ekkert við. Ég gef nú eiginlega lítið fyrir þetta bréf, annað en það að hann að skipa sér í hóp með einhverjum með frambjóðanda Ólafs Ragnars Grímssonar. Þegar kosningabaráttan stóð sem hæst tilkynnti Guðrún Pétursdóttir að hún væri hætt við. En skoðanakannanir hafi þá sýnt að hún ætti við ramanreip að draga. Hún valdi kvennadaginn 19. júní til að gefa þessa yfirlýsingu. Hún gerði það með stæl. Það þarf sennilega meira hugrekki til að hætta við en halda áfram. Ég ger mér grein fyrir að þetta er óvenjuleg ákvörðun. En ég hlýt að draga ályktanir af þeirri stöðu sem við blasir og það er sannfæring mín að þessi ákvörðun er rétt. Kosningadagurinn 29. júní rann upp og í blíðskaparveðri kaus þjóðin nýjan forseta. Strax á fyrstu tölu birtust var ljóst hvert stemdi. Nú virðist þetta vera á eina lund þessa tölu sem við höfum séð. Ertu sigurviss? Já, það er nú ekki það orð sem er í mínum huga. Heldur, fyrst og fremst eiginlega auðmýkt að hlusta á þessar tölur hér áðan og skynja það að þjóðin er hugsanlega að fela mér þá ábyrgð að gegna embætti forseta Íslands á næstu árum. Ólafur Ragnar Grímsson hlaut 11% stigum meira fylgi en sá frambjóðandi sem næstur kom, Pétur Káur Hafstein. Ólafur Ragnar hlaut rösklega 41% atkvæða og Pétur tæp 30. Guðrún Agnarsdóttir 26% og Ástþór Magnússon hlaut tæp 3% atkvæða. Úrslitin voru nærri því sem skoðanakannanir spáðu síðustu vikurnar fyrir kosningar. Ólafur Ragnari og Guðrúnu Katrínu Þorbergsdóttur var vel fagnað í hópi stuðningsmanna þegar úrslit lágu fyrir. Og kvöldið eftir safnaðist mikill mannfjöldi fyrir utan heimili forsetahjónanna á Seltjarnarnesi og hylti nýja forsetan. Þau lifi, hurra, 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 hurra! Það er með auðmýkt sem ég tek við þeirri ábyrgð í mínar hendur. Mikil umræða varð kostnað forsetaframbjóðendana í kosningabaráttunni og allir lofuðu þeir því að leggja fram reikninga að henni lokinni sem þeir og gerðu líða tók á haustið. Ástþór Magnússon eyddi mestu eða röskum 40 milljónum króna. Þeir Pétur og Ólafur Ragnar 35 milljónum og Guðrún Agnarsdóttir 17,5 milljón króna. Það sem mér minnistæðast frá árunum sem liða, það er hestaferðinni yfir á Fjónismót hjá Hellu. Það er mér mjög ofarlega í huga hversu berlega það hefur komið í ljós á þessu ári að margir eiga í erfiðleikum og leita þá til hins opinbera eðlilega og hversu oft getur verið erfitt að bregðast við og bæta þar úr. Ég var að vinna með þroskaheftum og einhverjum börnum og það er það sem mér minnistæðast og skemmtilegast á árinu. Það sem mér minnistæðast er að ég held ferðalag sem ég fór í sumar með félögum mínum til Austur-Evrópu. Mikil spjöll voru unnin í Akureyrarkirkju nótt eina í nóvember. Nýlega uppgert pípuorgel var meðal annars stór skemmt. Aðkoman var ömurleg að sögnu prófatsins, mikið brotið og bramlað. Stuttu síðar játaði piltur á 16. ári að hafa brotist inn í kirkjuna. Hann gat enga skýringu gefið á athæfi sínu. Tvær íslenskar kvikmyndir voru frumsýndar á árinu. Djöflaeyja Friðriks Þórs Friðrikssonar og Einars Kárasonar var önnur þeirra, en það er dýrasta mynd sem framleidd hefur verið hérlendis. Mjög góð aðsókn hefur verið að Djöflaeyjunni, 70.000 manns hafa þegar séð hana. Og kvikmyndaunnendur máttu hafa sig alla við á haustdögum þegar kvikmyndahátíð var haldin í Reykjavík. Hún stóð í 10 daga og hvorki fleiri né færri en 53